Já, ég góðan daginn og hlakka til að vera bara með ykkur og búið að vera rosalega gaman. Ég held mér langi bara í skóla, aftur í grunnskóla, bara að fara í Þelamerkurskóla. Ofsalega spennandi starf, ég tala ekki að fá vera með hænsni í skóla, mér finnst það bara dásamlegt. En já, við komum úr Reykjanesbæ og ætlum aðeins að kynna fyrir ykkur lítið þróunarverkefni sem fórum af stað með núna í vetur. Það hófst nú reyndar í fyrra en formlega núna eftir áramótin. Og verkefni heitir Áskorun og ævintýri, að skapa náttúrulegt útisvæði í leikskóla með lýðræðislegri þátttöku barna, foreldra, kennara og nærsamfélagsins. Og við ætlum að reyna svona aðeins að kynna þann hluta. En við fengum, þessi spurning eða fyrirsögnin hér, hvar fannst þér skemmtilegast að leika þér sem barn? Þetta var svona spurning sem við fengum, eða var sett fyrir okkur þegar við vorum að byrja á þessu verkefni og foreldrar fengu það líka. Og við komumstum að því þegar við horfðum á okkar útileiksvæði að okkur fannst við leikskólan að það var ekki mjög spennandi. En þetta leikskóli sem í miðbæ Reykjanesbæjar, í 101 eins og við segjum, og lítið svæði, flatt og var mjög óspennandi. En kveikjan að þessu verkefni, hún þannig að það var lítill hópur eða elstu krakkarnir í leikskólanum fóru í heimsókn, heyrið alveg í mér, þau fóru í heimsókn í leikskóla, eitt leikskóla í bæjarfélaginu og þau sáu að það var eitthvað meiri spennandi þar heldur en á sínu svæði. Þannig að leikskólakennarinn þeirra, hún benti þeim á það að þau gætu bara komið til mín, ég leikskólastjóri, svo ég kynni það nú og Ragnhildur aðstoðarleikskólastjóri og eru svolítið vön að koma með málefni inn til mín, varðandi óskir og eitt og annað og einn lítill drengur, 4 ára, hann var bara 4 ára þá, fæddur seint á árinu. Hann kom og sagði bara að hann vildi fá svona sandkassa eins og var í þessu leikskóla, í leikskólanum Holti, og ég sé nefnilega leikskólastjórinn, hún fannst þetta miklu meiri áskorun og spennandi svæði heldur en við okkar skóla, eða var, frekar sagt. Og þetta var í rauninni, þetta var svo gott að fá þennan litla drengi til sín og þetta akkúrat það sem við vorum búin að vera að hugsa í mörg ár. Hvað okkur fannst okkur fundist þetta svæði óspennandi og við líka þess vegna höfum við líka verið mikið og eru þekkt kannski fyrir vettvangsferðir nánasta umhverfi leikskólans og höfum meira verið og farið með börnin út fyrir leikskólan, eða sem sagt út fyrir útileiksvæðið okkar af því það hefur ekki boðið upp á mikið. Þannig að þetta hefur vafið utan sig og það var bara tilviljun að við vorum að fara til Hollands að kynna okkur útileiksvæði. Það var nú ekkert í tengslu við þetta verkefni og ég var búin að fá Georg Hollander í samvinnu við okkur til þess að vera bara fara með okkur og vera leiðsagnarmaður í Hollandi. Og þá kom náttúrulega upp á kafinu að Georg Hollander, ef við þekkja hann ekki, hann og sambýliskonan hans, þau eru með fyrirtæki sem heitir Sagagarden og þau væru að taka að sér að hanna útileiksvæði. Þannig að þetta allt þetta bara átt að vera svona, þetta bara einhver forlög. Nú, við náttúrulega þurftum að fá eitthvað fjármagn í þetta og í þessu ástandi eins og í dag að þá ekki mikið erfitt að fá fé í skólana, það sé nú hægt stundum að fá fé í annað en oft hefur það verið erfitt í skólana og tala ekki útileiksvæði, þannig að við þurftum að finna einhverja leiðir og þannig að við ákváðum allavega að reyna að sækja í sprotasjóð og tengja þetta aðalnámskránni og sáum fyrir okkur að þetta væri að tengja þetta menntun til sjálfbærni og mér finnst nú alltaf lýðræði og sjálfbærni, mér finnst þetta og jafnræði og mannréttindi, þetta fer nú allt svo vel saman.
Og eins og stendur hérna á þessari glæði, verkefni hefur beina tilvísun í aðalnámskrá og ætla að skapa lýðræðislegan vettvang, lærdómssamfélag, þar sem starfsfólk, foreldrar, börn eru virkir þátttakendur og hafa áhrif á ákvarðanir málefni leikskólans. Og þetta sem sagt, og við fengum styrk úr Sprotasjóði, leikgrunn og framhaldsskóla, og síðan sóttum við líka í Manngildissjóð Reykjanesbæjar og fengum þar styrk líka og þetta voru nokkuð veglegar upphæðir. Þannig að við gátum farið af stað með þetta verkefni í samvinnu við Georg Hollander. Og markmiðið þetta eitt af markmiðunum og innleiða starfsaðferðir í samráði við fyrirtækið Svæðagarðinn SF sem byggir á virkri þátttöku barna í síðbúnarheitin og eiginlega bara endurtekning. En þarna með lýðræði, jafnrétti og sjálfbærni að leiðarljósi. Og ég held nú bara að sé að koma nána Ragnhildi. Gjörðu svo vel, Ragnhildi. Nú við urðum auðvitað, ég vonaði heyri jafnvel í mér og Ingu Maríu, við urðum auðvitað að undirbúa jarðveginn og þá það fyrsta það var að kynna verkefni fyrir þá sem að eru okkur nærri og standa utan við kannski skólan, eins og leikskólafulltrúi, hann okkar yfirmaður og fræðslusviðið allt, skipulagsstjóri og umhverfissviðið, við urðum auðvitað að kynna þetta að fara að breyta skólalóð og garðyrkjustjóri, hann varð að koma að þessu vegna þess að þetta átti auðvitað að verða náttúrulegt leiksvæði og fulltrúar í foreldraráði og stjórn foreldrafélagsins. Georg hann kom á fundinn og kynnti þetta með okkur og þeir gátu komið með spurningar og öllum leist mjög vel á hugmyndina sem að farið var með í byrjun. Nú Hollandsferðin, hún var farin þar sem að við vorum ákveðin í að þar myndum við fara og kynna okkur náttúruleg útileiksvæði sem við gerðum. Og við til dæmis hjóluðum þar í 2 daga á milli svæða og þarna var starfsmannahópurinn allur orðinn mjög spenntur fyrir verkefninu þegar við sáum í reynd hvað var mikið hægt að gera. Nú síðan kynntum við þetta fyrir foreldrum og öllum foreldrum leist líka vel á það. Við gátum nýtt foreldri sem bauð sig fram til að gera vefkönnun meðal allra foreldra, rafræna hvernig þeim litist á verkefnið og settum upp skráningar á vinnudaga. Foreldrar höfðu valum og þau gátu skráð sig á vinnudaga. Við ákváðum að hafa 2 vinnudaga og þetta voru laugadagar. Og þarna höfðu þeir líka val. Nú hugmyndasmiðja barna og foreldra, við höfðum skráningu, þau skráðu sig á að vilja koma við útbyggum í salnum kassa sem við settum sand í og síðan vorum við með mikið af verðlausu efni sem að við greinar og blöð og lím og þræðir og steinar og allt verðlaust efni sem að fólk hafði aðgang að. Það pantaði sér tíma í salinn með börnunum sínum, barninu í leikskólanum og jafnvel komu systkini með og báðir foreldrar og áttu stund í salnum hvernig þau vildu, þetta var hugmyndasmiðja barnana og foreldrana. Þarna settu þau upp, þau höfðu alveg gátu nota 2 eða 3, 4 kassa í einu. Það fékk hver sitt númer og foreldrar skráðu hugmyndi barnana hvað þau vildu hafa á svæðinu og síðan mynduðu við eftir númeri og hugmyndirnar fóru með og þessu var öllu skilað til verkefnisstjórna Georgs og Sörku og þau unnu úr þessu. Einnig Já, fyrir ekki.
ég hef bara smá fikta. Já, leikskólakennararnir, starfsfólki, það vann líka hugmyndir og þá vann það svolítið klippti niður úr Hollandsferðinni, svæði og limdi inn á lóðina hjá okkur og það var þau unnu líka úr þessu. Það má geta þess kannski að Viltu hafa þetta? Já, að alla ljósmyndir sem voru teknar, þetta var allt sent til Georgs og Sörku og þau unnu þetta niður, eða sem sagt unnu þetta úr þessum hugmyndum eina hugmynd sem var lögð síðan fyrir foreldra og þeir gátu komið með athugasemdir. Þannig að og það komu sérstaklega frá starfsfólki reyndar athugasemdir þar sem að þeir vissi svolítið svona hvað í gegnum umræðu með börnunum. Nú, við ákváðum líka að áhersla yrði lögð á með sjálfbærni, jafnræði og lýðræði að leiðarljósi. Það var fyrirfram ákveðið að við myndum ekki fjarlægja neitt sem fyrir var á leikskólalóðinni. Við myndum bæta við og nota svæðisbundin og endurvinnanleg hráefni og þjónustu eins og þessi endurvinnanlegu eins og vörubrettin og reka við hellur sem að til voru og voru færðar til, gróður og við fengum einnig verkfæri og lítil tæki frá fyrirtækjum í bænum. Nú starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar, þeir voru okkur mjög vilhallir og fjölskyldubarnan okkar. Þetta útkomu næsta svona. Já, það komu ýmis fyrirtæki að þessu og hér erum við svona nefnum við nokkur og það var svo gaman að því þegar við fórum að stað með þetta verkefni hvað kom okkur á óvart, hvað fólk var tilbúið til þess að taka þátt í þessu. Og það var alveg sama hvert við leitum að það voru allir búnir að aðstoða okkur. Og við auglýstum, við vorum komið með Facebook, við settum með Facebook síðu í tengslu við Hollandsferðina svo foreldrar gæti fylgst með okkur í Hollandsferðinni. Þar að þeir gátu, þar settum við inn myndir af okkur hjólandi Amsterdam og litla bæ í kring þar sem við vorum að skoða út í leiksvæðin og við auglýstum þar eftir, við þurftum að fá steypihrærivélar, við þurftum steinsægir. Og þá var nú bara, þegar ég fór að vinna í þessu að fá þessi verkfæri, þá var alltaf einhver sem gat bent mér á einhvern annan, ef að hann átti þetta ekki, þá var það einhver annar og allir einhvern veginn lögðust á eitt að gera þetta að möguleika, að vinna þetta svæði svona eiginlega í sjálfboðavinnu. Og þarna eru svona nokkrar myndir til að sýna, þarna fengum við til dæmis tæki sem heitir Bobcat og ég hef aldrei sumt af þessu tæki, ég vissi ekki eins og nafni, ég vissi ekki þegar að Georg Hollandi var að biðja hitt og hinn og þessi tæki að ég vissi ekki eins og hvað það var. Þannig ég var mjög upplýst verkfærið. Og þá var það viðkomandi að hafa sérstakt prófa þetta tæki og þá komi ljós að faðir eins barns eða 2 barna systkina í leikskólanum, hann hafði það og skellti sér á tæki. Ja. Þannig að og hér þeir sem eru með steinsægina, þeir komu inn í verkefni að þeir teldu sig vera verðandi feður. Í leikskólanum voru ekki, og ég þekkti á ekki neitt eða við. Og svo kom Blái herinn þarna, hann var með eitthvað leynisvæði, það ekki mikið rekavið í fjörum okkar á Reykjanesinu, en hann var búinn að einhvers staðar að mjatla saman á einhverjum leynistað og varð okkur innan handar og þarna einmitt á myndinu og hann skaffaði bíl og kerru og allt til þess að koma með þetta. Og svo þarna frá plastgerðinu, við fengum öll vörubretti til dæmis þaðan. Nú þetta var eins og Ragnhildur sagði, þetta var 2 daga vinna, þetta voru 2 helgar og við heldum nú þegar við vorum að fara á stað með þetta yrði, við fengjum kannski, við bjartsýn að fá kannski 16 foreldra og svo eitthvað af okkar starfsfólki. En þetta fór fram úr björtustu vonum og þetta voru 70 manns cirka sem komu,
voru að koma þennan laugardag, við byrjuðum klukkan 9 og vorum til 4 og fólk var svona að koma að fara þessa daga og ég alveg viss það og þetta var með börnum að þetta voru í kringum 120 til 130 manns. Allavega töldu út, allir voru í hádegismat og þetta svona allavega, ef ekki margir hefði fengið sér 2 svar á diskin, eða skipt disk. Og hér sjáum við, hérna við fundum, þetta sikur dagurinn, og það var nú leiðilt veður eins og ég sjá að klæðnaði, það var nú ekkert neitt, hérna sólin, hún var nú ekkert að gæla við okkur frekar en aðra daga í sumar hérna á Suðurlandinu eða Suðurnesjunum og við vorum hérna, byrjum alltaf báðadagan á fundum til að fara yfir verkefnið. Nú, hér hérna, þetta fyrsti dagurinn og hér þetta var svo dæður kannski vona að komi fram hér á myndunum að hérna þetta náttúrulega, fólk reiðist mikið en það voru allir með verkefni, það skipti engu máli, þetta voru ófrískar konur, það voru afar þarna og ömmur og hérna systkin, og það komu meira þess að krakkar sem hefðu heyrt af þessu, sem hefðu gamli nemendur, einn var nú 20 sem kom og frétta af þessu, þannig að þetta verkefni var það ofboðslega skemmtilegt. Og svo hér seinni dagurinn, þannig maður farin að sjá aðeins svona móta fyrir og eins og við sjáum þarna, það skýli þarna og sem var sérstaklega óskað eftir hérna af börnum til að verja strók og rigningu, skrítið. Og það var einkennandi í öllum þessum tillögum barna og foreldra, það var þetta skýli. Þeir voru margar ævintýralega hugmyndirnar, það var nú ekki hægt að verða við öllu náttúrulega. Og hún strax farin að nýtast okkur sem úti kennslustofa, til dæmis. En og það voru og hér var, foreldrar fengu ekki teikningu af neinu, þau eru það skapa, þannig að þetta fór nú fram í sambandi við aðalnámskrána, það fór nú þarna sköpun fram heilmikil, út af því að foreldrar urðu að bara skapa, það voru ákveðin beð sem átti að vera ákveðin svæðum, en hvernig átti að líta út, eða hvernig skýlið átti að líta út, það var ekki búið að teikna upp. Og þessi feður það voru náttúrulega feður sem voru þarna í þessu og þetta var yndislegt að fylgjast með þeim, hvernig þeir lögðu á ráðin með það hvað þeir ætluðu að gera og komið margar hugmyndir, hvernig við gætum svo kennararnir nýtt þetta með börnunum. Þannig að og mér langar þegar ég sjá hana litla dreng þarna sem á Moka, að þetta fyrsta hólan í þessu skýli. Nú, það náttúrulega má enginn fara svangur heim og við lögðum mikla áherslu á það að vera með góðgætum. Leið og fólk kom morguninn, það var búið að baka smákökur, börnin gátu gengið í þetta eins og þau vildu, til dæmis smákökurnar, við vorum með góðan hádegismat og þarna voru þeir sem gátu ekki tekið þátt í útiverinu, töldu sig ekki geta verið í garðvirkjunni, þeir tóku þátt í eldhúsinu, þeir komu, þeir fóru í þá eldamennskuna og þeir sem gátu ekki mætt jafnvel þennan verið allan daginn, það komið til dæmis, eins og sér þarna myndinu með brauðtörtu til dæmis, hvað þarna og kökur, þannig að fólk, og það var ekki verið að auglýsa og óska eftir því heldur, var þetta bauða þetta fram. Og þarna áttum við þessa yndislegu stundir saman, þessir hópar, sitt daginn, saman við matarborðu og þarna, foreldrahópurinn, hann þjappaðist ofboðslega saman í kringum þetta verkefni. Og það var svolítið gaman að því að þeir sem voru búin að vinna fyrri daginn, að þeir voru komið á seinni daginn til að sjá hvað hinir voru búin að gera og þeir fóru náttúrulega inn í það. Þannig að það var svona, og þetta mjög skemmtilegt. En við þurftum náttúrulega, það sem ég fyrst skipta máli í svona verkefni, það er svolítið upplýsingaflæði til foreldra og líka við gerðum þetta áður en að verkefni hófst, þá vorum við svolítið að gera þetta spennandi. Að við settum upp ýmis svona áróðurs snepla upp á veggi, hvað viljum við fyrir börnin okkar og svona eitt og annað sem við settum upp og við gáum út 2 fréttabréf
á tímanum, fyrir utan það að það var hægt að fylgjast með þessu á Facebook-síðun okkar og hérna svo vikulega fréttir á Mentor sem nú alltaf og þá létum við það alltaf fréttir á þessu líka fylgja með, þú veist það væri að fara að koma að þessu vinnudegi, þú veist það var alltaf að vera að búa til eitthvað svona spenning í kringum þetta og það verður þetta margir búin að skrá sig og eitthvað slíkt. Og síðan voru bara þessar daglegar upplýsingar sem að skipti svo máli, þessar samræður sem fóru á milli kennara og foreldra hverja deilda. Nú, svo nutum við góðs af, liggum við eina góðviðrisdaginn í sumar, að við vorum með sumarhátíð og þar gátum við verið saman og notið samverunar á þessu svæði og ég held að þetta er eitt af þessu skemmtilegustu verkefnum sem ég held að við í leikskólum henni unnið á. Við og við unnið nokkuð mörg þróunarverkefni, þetta held ég sláðum öllum við. Þetta er okkar allra líka. Já. Og eins og ég sjá í þessari mynd að þá eru mikið af svona beðum eða sem sagt vermireitum og foreldrar voru að koma með gróður eða sem sagt eins og kryddjurtir og annað í þessa gróðurreitri sem eru svolítið mikið útbúnir úr vörubröttum. Og svo hægt að rífa þetta bara niður þegar svo eyðileggjast þessi vörubretti og þá bara spurning hvort viljum við hafa þetta áfram eða viljum við breyta eitthvað þannig að þetta verður síbreytilegt, þetta útileiksvæði. En við erum ekki búið með svæðið, það er ennþá í mótun og líku næsta vor. Erum við komin á tíma? Ok. Já, takk fyrir áheyrðina.